Miðaldadagar á Gásum voru haldnir liðna helgi en þeir ganga út á það að endurskapa stemninguna sem ríkti á Gásum á 13. og 14. öld. Nú þegar rétt vika liðin af 100 dögum komum við enn hér saman til að hefja kaupstefnu og samveru að Gásum við Eyjafjörð. Í upphafi rétt að huga að réttum viðskiptaháttum. Góð viðskipti fara þannig fram að allir aðilar viðskiptanna skilja sáttir. Það í góðu lagi að hart sé tekist á viðskiptahætti og greiðslukjör. En þegar viðskiptum lýkur, skulum maður skilja í vinsemd, þannig að vilji sé til áframhaldandi viðskipta. Gásir eða Gásakaupstaður var forn verslunarstaður á Gáseyri við mynni Hörgár í Eyjafirði. Gásir voru helsti verslunarstaður Norðurlands á miðöldum. Ekki vitað hvenær verslun hófst á Gásum en elstu heimildir hana eru frá seinni hluta 12. aldar en svo yngsta frá 1394. Greinilegt að heimildum að Gásir voru aðal kauphöfn Norðurlands á 13. og 14. öld og fornleifar sem þar hafa verið rannsakaðar eru einkum frá þeim tíma. Hvað ertu að gera hér? Nú ég að gera reipi. Við þurfum mikið reipi í bátinn okkar ef við höfum að koma að segla upp á hann. Já, akkurat. Og var það svona sem menn gerðu reipi á miðöldum eða eitthvað? Já, svona gerum við reipi. Við erum á miðöldum, ég veit ekki hvað annan tíma við höfum. Það svoleiðis, já. Það svoleiðis. Já, ég skil. Og hvað tekur þetta langan tíma? Hvað ertu að gera til dæmis núna? Nú ég að setja snúð á bandið. Af því að við vitum það öll eins og þráður sem ekki með snúningur, hann ekki sterkur. Nei. Því meira snúningur sem kemur, því sterkara verður hann. Og nú ætla ég að gera 3 þættir í þessu reipi. Og þá setjum ég fullt af snúning á það. Svo byrjum við að snúa upp á hinn endan og þá verður þetta kaðall, sem sagt. Ekki einhver þráð. Ekki einhver þráður, akkurat. Og síðan tökum maður þessi 3 þætta kaðall hérna. Þegar við komum með 3 svoleiðis. Þá setjum við þau saman. Þá komin almennilegt reipi. Þá erum við að toga báta. Þannig að þetta alveg heljarinnar verk. Já. Og bak við 1 reipi. Og bak við 1 reipi eru margar snúningar. Já. Það alveg. Við séum bara að ganga ykkur vel í þessu. Takk fyrir. Það veitir ekki af. Hvað ertu að gera hér? Við erum að setja upp í klástinaverkstæðin röggvafeld. Hvað er þetta fyrirbæri? Röggvafeldur. Það vefur sem var ofinn með röggvum og röggvarnir eru togið úr ullinni sem að fólk lá undir í staðinn fyrir gæru. Og þetta var í rauninni hlýrra en gæran vegna að ef þetta var rakt þá var skinnið ekki rakt heldur þó að ullin sé rök og þá er hún hlý. Og þetta hefur Þorgeir ljósvetningagoði legið undir þegar hann ákvað að við færum yfir í kristni. Það meðal annars sá feldur sem hann lá undir. Það væntanlega verið röggvafeldur. Þannig að þarna þessi feldur sem menn svo segja stundum leggjast undir þegar menn ætla að velta einhver fyrir sér. Já, það er röggvafeldur. Þá þurfa það náttúrulega að vera með, þessna hefur þetta ekki virkað hér á Íslandi væntanlega vegna það hafa ekki verið með ekta röggvafeld. En hér semst verið að setja upp eitt slíkan. Það verið, já, einmitt. Og hér geta kannski einhverju lagst undir feld. Já, kannski þegar hann til. Það væri nú frábært. Það væri athugandi hvort að það kæmi betri lausnir þá út. Já, það er aldrei að vita. Það með næstu ríkisstjórn. Gef henni kannski feldinn. Já, ég gef henni tækifæri til að koma hingað og leggja undir feld. Já, akkurat. Það er fínt. Gangi vel með þetta. Þakka fyrir.
Hér ætti að gefa svöngum mönnum að borða. Já. Og hvað boðið upp á hér? Þetta kjötsúpa. Þetta kjötsúpa. Og hvernig að elda kjötsúpu á þennan hátt? Er þetta fyrirmyndar eldhúsaðstæðar? Já, ég get nú kannski ekki kvarta mikið. En nei, þetta allt í lagi. Þetta svolítið svona, en þetta allt í lagi. Hvað ertu búin að vera lengi að laga þessa súpu? Ég nú ekki með klukku, þannig ég veit ekki hvað tíman líður. Nei. En ég held þetta hafi nú tekið alveg 2-3 tíma. Þetta svo mikið magn, sko. Og það tekur tíma að ná upp suðu í svona stórum pottum. Hér á líf og sál sett í þessa súpu. Já, og svo náttúrulega aðalmálið að það er sko beinið þessu, það gefur kraftinn og krydd og svona. Það gerir súpuna góða, sko. Jú, ég ger þetta líf og sál. Já, leynileg uppskrift eða hvað? Það er kannski engin uppskrift. Þetta svona bara, þú veist, naglasúpa. Bara vatn og svo bætir maður saman einhver úti. stefnum sínu. Hér að bræða brennistein til útflutnings, en maður hreinsa hann með þessar aðferð sem felst í því að bræða hérna í lýsi og steypa í þetta mót hérna. Og hérna þegar það er storknað aftur þá fáum við svona kökur og skíturinn sest hérna efst og brennisteininni fer niður og svo þægi þetta úr vatni og þar með er ég búinn að hreinsa þetta eins og vel og hægt er með þessar aðferð og fæði svona hreinar og fína kökur. Og segðu mér sko, til hvers er þetta gert? Til hvers er verið að bræða þennan brennistein? Þetta var gert hérna til að flytja þetta út, til að nýta í púðurgerð í útlöndum og knýja hérna stríðin í Evrópu. Já. Það er það sem þetta gengur út á. Þannig að þetta gerði púðrið í gamla daga? Þetta var efnið í púðrið sko. Já. Þetta er allt okkur Íslendingum að þakka. Það er gott hérna, lagt undir sig heiminn, Evrópubúar, segja þér sko. Þetta er sem sagt, þetta hefur verið okkar útflutningsafurð á þessum tímum, okkar útrás. Já, þetta aðalútrásin var þetta á samt skreið. Já, það hefur verið dýrt. Það var mjög dýrt, mjög verðmætt og hérna flutt hérna meira sér alla leið frá Mývatnssveit. Það þarf að hitta á svolítið nákvæmt hitastig sko, því að það þarf að vera á milli 120 og 50 gráður Celsius til þess að það þarf að vera svo hátt? Já, annars bráðnar hann ekki. Þannig að við erum með lýsi til þess að bræða hann. Vatnið hitnar ekki nóg mikið. Ef þú ferð yfir þetta kjörhitastig þá vill hann sviðna og þessi er svona dálítið sviðin til dæmis sko. Svona er þetta nú nákvæm vísindi. Svo við sjáum þetta. Þetta er alveg stórmerkilegt og ég veit nú ekki hvort að þessi fari mikið í orustur, þessi brennisteinni eða hvað? Já, þessi er alveg fullgóður í það sko. Við erum eftir að testa hann hérna. Við erum með hérna hin efni sem þarf í púðrið, það er viðarkol og saltpétur. Þannig að við erum eftir að gera gæðapróf hérna þegar líður á daginn sko. Já. Gangi ykkur vel með það. Já, takk fyrir það. Anna, hvað ert að gera hérna? Ég er að blanda saman jurtum í te og seyr. Þetta er íslenska jurtir og ég er hérna með brenninetlu sem er dálítið spes því hún vex ekki á svo mörgum stöðum á landinu. Svo er hægt að bergja á þessari veig. Nú ætla ég að bjóða þér hérna. Að bergja á heldur svo og tekur inn bara náttúruna. Hún er innra með þér núna. Þetta er svona, sko, teórían alheiminn hið ytra og hið innra. Og að ná svona jurtaflæðina að stað. Svo er ég hérna með grænt skot, en það er allt sterkt. Ég tek eitt með þér, sko. Þetta er mjög vont. En þeim mun áhrifa meira, sko. Það er hvönnin, íslenska hvönnin, sko. Fersk hvannarfræ. Marinn
með íslenskum sjávarsteini, sko. Já, þetta er allt svona ekta hérna. Þannig að við erum að taka náttúruna með okkur, inn í líkamann. Inn í kroppinn, til þess að tengjast andanum. Og má ég smassa þig? Já, hvernig gerir það? Hvað er það? Þetta er hérna lundavængur, dálítið íslenskur vængur. Ég er nú ekki kannski orðin svona stór seiðkona, ég er að læra þetta. Eða þannig, er að tilengja mér þetta. Þannig að vængurinn er lítill, en hann hreyfir vind, gerir vind. Ég ætla að fara að kveikja á þessu. Ég ætla að smassa þig með salvíu. Lokaðu augunum. Og ég er ekki að fara að hreinsa líkamann þinn, þetta er hreinsandi jurt. Ég er ekki að fara að hreinsa tilfinningarnar eða sálina, heldur andan þinn, sem er eitthvað miklu, miklu stærra og meira heldur en bara þú, þessi jarðvera. Þú finnur ilmið og litli lundavængurinn gerir sitt gagn. Ég vinn á vegum Freyju, sko. Sjáðu til. Það er hún sem að... Hún er aðalgyðjan í norrænu goðafræðinni og í þessum trúarbrögðum. Og hún færir okkur náttúrulega álfkonuna, sjáðu til. Ég ætla að enda þetta. Nú ertu búin að smassa mig. Nú er ég búin að smassa. Og hreinsa andan. Já, þetta er hansi merkilegt og þetta er svona eitthvað sem þú ert að tilenga þér og þetta verður alltaf meira og meiri seiðkona eða hvað? Já. Bara meiri seiðkona, meiri kona, meiri manneskja, stærri andi. Og gott að vinna á vegum Freyju. Já, það er gífurlega merkilegt. Vinna á vegum Freyju. Þá fyrst fara nú hlutirnir að gerast.